heiti ég og þið eru að horfa á Rauðan raunveruleika. Í kvöld verður svolítið sérstakur þáttur. Við erum aðalega að tala til félaga okkar í Sósíalistaflokknum en við erum að kynna lagabreytingatillögu sem Roði, félag ungra sósíalista, hefur lagt fram fyrir komandi aðalfund Sósíalistaflokksins sem er núna á laugardaginn klukkan 11 í Bolholti 6 hérna í Vorstöðinni. Og tillagan okkar snýr að samvisku trúnaðarráðsbatteríi flokksins og við leggjum til að samviskan verði endurskýrð sem trúnaðarráð og breytingin sem við erum að leggja til snýr aðalega að því að það verði virkir trúnaðarmenn innan þess sem hét áður heitir núna samviska. Þannig að það séu aðilar sem er hægt að leita til þess að leysa úr ýmsum ágreiningi og leita ráðlegginga varðandi ágreining, hvort sem hann sé persónulegur eða tengist flokksstarfinu á beinni hátt. Með mér til þess að fjalla þetta eru Sigurður og Sigur Rós. Takk fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Takk fyrir það. Nú, þessi tillaga kemur út úr vinnu sem við höfum lagt í Ungum Sósíalistum. Við vorum með lagabreytinganefnd þar sem við fórum yfir öll lög flokksins og vorum svona að skoða og pæla í hvað væri mikilvægast að breyta og það kom mjög margt fram, margar hugmyndir en þessi tillaga trúnaðarráð er eitthvað sem við ákvaðum að setja svolítið á oddinn. Bæði fannst félagsfólki okkar í Ungum Sósíalistum þetta sérstaklega mikilvægt í ljósi aðstæðna og út úr samtali okkar við eldri félaga á opnum fundi Roða áherslur okkar þá stóð þetta svolítið út. Ef við fáum bara upp hérna fyrstu mynd, sýnum tillöguna í heild sinni. Svona birtist breytingatillagan okkar. Við sjáum hvernig lögin eru núna, það stendur þarna var og verði og þarna í fyrsta lið í 3. grein lagana skipulag samtakanna er einungis bætt við að meðlimir trúnaðarráðs megi sem sagt ekki sitja í öðrum stjórnum flokksins. Þetta er gert til þess að tryggja hlutleysi trúnaðarmannanna en við sjáum fyrir okkur að trúnaðarmennirnir séu einstaklingar sem að njóta mikils trausts í flokknum ólíkra aðila. Og á annarri mynd sjáum við gamla kaflan í skipulagi flokksins sem hefur stöðu flokkslaga samvisku og á næstu mynd þá sjáum við breytingatillögun okkar hvernig við sjáum fyrir okkur að þetta verði og ég ætla að lesa þetta bara upp hérna. Þetta verði sem sagt þannig að trúnaðarráð er trúnaðar- og aðhaldsafl hreyfingarinnar. Hlutverk hennar er að skera úr ágreiningsmál sem geta komið upp á milli félagsmanna. Trúnaðarráð skal beita sig fyrir vönduðum starfsháttum, góðum samskiptum, virðingu fyrir persónum og jafnrétti milli einstaklinga í starfi flokksins. Mál sem trúnaðarráð gæti þurft að taka fyrir gætu varðað til dæmis meint afglöp stjórnarmanna í embætti eða meinta ósæmilega framkomu félagsmanns við aðra félagsmenn eða á opinberum vettvangi. Eftir fremsta megni ber trúnaðarráði að reyna að stofna til sátta í ágreiningsmálum. Erindi til trúnaðarráðs skal senda á póstfangið samviska@sosialistaflokkurinn.is sem er gamla netfang samvisku. Væntanlega ef lagabreytinga til að okkar gengur fram þá mun þetta tölvupóstfang breytast. Sem einungis kjörnir trúnaðarmenn skulu hafa aðgang að á hverjum gefnum tímapunkti. Einnig skal þú taka á erindum sem berast til trúnaðarráðs með óformlegri hætti og gæta skal fulls trúnaðar í viðkvæmum málefnum. Trúnaðarráð hefur frumkvæðið sér rétt í því að stuðla að heilbrigðari vinnumenningu innan hreyfingarinnar meðal annars með fræðslu, samtölum og málamiðlunum. Trúnaðarráð skal hafa lög, skipulag og aðrar skriflegar samþykktir flokksins til viðmiðunar í ákvörðunum sínum en skal jafnframt hafa sanngirni, meðalhóf og skynsemi að leiðarljósi. Ákvarðanir hennar skulu studdar málefnalegum sjónarmiðum. Stjórn trúnaðarráðs er skipuð af 3 aðalmönnum og 2 til vara sem eru kjörnir á aðalfundi. Trúnaðarráð getur eftir atvikum beitt eftirfarandi úrræðum gagnvart meðlimum stjórna, málefnahópa og almennra félagsmanna veitt skriflega áminningu. Að jafnaði skal félagsmönnum ekki vikið úr flokknum eða embætti nema að veittri að minnsta kosti einni áminningu nema sérstaklega alvarleg tilvik ræði. Til að víkja einstaklinga úr flokknum skal trúnaðarráð almennt virkja slembivalinn 30 manna hóp til að fara yfir málið og meta réttmæti þess. Einstaklingurinn sem ræðir yfir ávallt andmæla rétt til að skýra sinna hlið fyrir trúnaðarráði eða slembivalna hópnum skyldi hópurinn vera kallaður til. Ef aðilar máls eru sammála að málefni skuli vera leyst í trúnaði skal málið útkljáð af trúnaðarráði án aðkomu slembivalins hóps. Félagsmaðurinn hefur rétt til að skjóta ákvörðun brottvísun sína til aðalfundar. Já, þetta var tillagan okkar og í raun er þetta ekki efnisleg breyting umfram það að það séu þessir virku trúnaðarmenn. Já, sem eru kosnir á aðalþingi.
aðalfundi. Já, og þessar tillögur líta bara vel út að mínum mati. Í raun og veru hægt að leysa mál á miklu friðsamari hátt sem sagt heldur en við erum að sjá til dæmis í gegnum tíðina á síðustu mánuðum að hín og þessi mál að koma upp frá hínum og ýmsum áttum frá mörgum félögum sem geta varðað margt og það sé í raun og veru ekki neitt batteri sem að tekur við þessu í augnablikinu bara, já, ekki gott og verður nú verið skipulagi sko að nú verður skipulagi það að kalla 30 manna hóp. Já, nú á það að virka einmitt þannig að það sé sósíalista þingið að aðalfundurinn sem Slembi velur 30 manna hóp sem þá settur yfir árið. Þannig á það að vera, en þetta hefur eiginlega ekki gengið eftir sko. Akkurat, alls ekki. Ég held að það sé líka svolítið erfitt að halda 30 manna hóp virkum yfir árið, sérstaklega ef það kannski ekkert að gerast, ekkert sem við þurfum að vinna að. Það er svolítið, já, það sé bara mjög algengt að það tvístrist bara úr svona hóp og það situr ekkert eftir til þess að taka á málum sem að koma upp. Akkurat. Nefnilega, og við höfum einmitt séð mál sem ég nú beinn aðeinslega að, það var nú bregðilega að segjast, að þau hafa ekki komist á svona eðlilegan farveg. Þetta hefur ekki alveg virkað og það meðal annars bara vegna þess að á síðasta aðalfundi þá var einfaldlega ekki valinn 30 manna Slembivalinn hópur. Þannig að í raun engin aðili sem maður getur leitað til og ef við, hreyfingin flokkurinn, kjósum okkur einhverja 3 aðalmenn og 2 til vara í trúnaðarráð, einhverja sem við treystum, þá hugmyndin sú að ef það kemur upp einhver ósætti að það sé hægt að leita til þeirra aðila og þetta séu aðilar sem eru svona bara vegna þess hvernig þau eru, njóta trausts og eru viðkunnanleg og slíkt og kunna leysa úr ágreiningi að þau muni geta unnið með þau mál áfram og geti leyst úr þeim á farsalan hátt. Og svo held ég bara að það sé mun hentugra að hafa 3 einstaklinga sem að njóta trausts og bara svona fyrirkomulag miklu meiri trúverðuleiki í því heldur en það sem að vera með núna. Og líka bara ef við erum að bera okkur saman með aðra flokka að þá þetta mjög svipað bara öðru flokkum og kannski fyrirtækjum. Það svolítið skammalegt að fyrirtæki sem að þar sem að svona mál geta blossað upp að þau séu með betra batteri heldur en við bara sem dæmi. Ég held að það sé líka svolítið erfitt fyrir fólk sko ef það kemur eitthvað upp og það 30 manna Slembivalinn hópur. Það eru kannski ekkert allir sem að myndi þora að fara með það þangað. Þetta margt fólk sem þú þekkir ekki. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að sé eitthvað sem að fólk treystir sem að getur leita til. Já, akkurat. Þessu ég sammála. Bara þegar kemur að viðkvæmum málefnum. Málum. Að það sé hægt að leysa úr því með þeim hætti að maður geti treyst þeim sem eru til staðar, að það séu 3 einstaklingar, færri andlit í staðinn fyrir ómörg andlit og margar persónur. Já, að leysa úr ágreiningsmálum, það skiptir rosalega miklu máli, bara að til dæmis eins og ég nefndi áðan, bara það sem hefur verið að gera síðustu mánuði, að svona mál blossi upp og að þetta sé fari og þetta á opinberu vettvangi eins og til dæmis samfélagsmiðlum að fólk og félagsmenn innan flokknum sé í ágreiningi á kommentakerfum. Þetta skaðar orðspor flokksins á almennu vettvangi gagnvart bara almenningi á Íslandi og þetta sé síðan alltaf að rata í fréttirnar. Afleiðingarnar fyrir okkur bara sem fjölmennahreyfingu, þetta er bara alls ekki gott og það skiptir rosalega miklu máli að fólk geti litið auglits til hvers annars, ræða málin, fara yfir það sem hefur gengið á og reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu það hvernig við getum bætt okkur. Algjörlega, og með virkum trúnaðarmönnum sem fólk sem njóta almenns trausts þá vonum við að það verði aldrei þannig að það þurfi að kalla til þennan 30
manna slembivalna hóp. Akkurat. En til þess að svona halda hefðinni að ykkur leyti og því þarna við viljum ekki gera of róttækar breytingar alltaf í einu skrefi, að þá til þess að til dæmis vísa fólki úr flokknum, að þá eins og það hefur verið í lögunum samvisku þarf að slembivelja svona 30 manna hóp sem getur tekið ákvörðun það. En ef það á að vísa félagsmanni úr flokknum og 30 manna slembivelni hópurinn kemst að þeirri niðurstöðu, þá hefur svo félagsmaður alltaf rétt til þess að vísa þeirri ákvörðun til aðalfundar. Getur þarna áfrýjað þeirri ákvörðun. Nú, við nefnum líka að trúnaðarráð hafi ákveðin frumkvæðisrétt og þá erum við ekki að tala um það að trúnaðarráð eigi að vera að njósna fólk eða neitt slíkt, heldur hugmyndin að til dæmis vera hægt að fyrir trúnaðarráð halda viðburði, fræðsluviðburði þar sem þau eru að fjalla góða starfshætti, góða vinnumenningu og slíkt, enda það eitthvað sem mikilvægt fyrir stjórnmálaflokk og stofnanir er að rækta upp góða menningu og við sjáum fyrir okkur að með góðum trúnaðarmönnum þá geti þeir stuðlað því á virkan hátt. Akkurat. Hefur eitthvað tíma verið inn í umræðinu að þessi tillaga sé að stuðla að því að trúnaðarráð sé að njósna fólk? Hefur einhver minnst á það? Það hefur, já, því miður. Vá, ok. Ég var ekki meðvitaður það. En já, hvernig ég get séð þessa tillögu að þá get ég ekki túlkað það svoleiðis að trúnaðarráð hafi einhverja heimild til þess og svo er það líka bara ólöglegt yfir höfuð. Já, við teljum að þetta væri mjög gott fyrir flokkinn ef við erum með öflugt trúnaðarráð sem er að vinna að því að stuðla góðum starfsháttum og vinnumenningu og getur tekið á ágreiningsmálum þannig að það sé hægt að leysa úr þeim á farsælan hátt. Og á fimmtudaginn munum við í unglingadeildinni hafa fund hérna klukkan 5 þar sem við munum kynna lagabreytingartillöguna okkar trúnaðarráð og sambærilegan máta að við höfum gert hér og taka á móti spurningum og opinni umræðu. Verið hjartanlega velkomin. Og við munum leggja þetta til á aðalfundinum komandi núna á laugardaginn næsta klukkan 11 hérna í Bóla til 6. Það voru mjög margar aðrar breytingartillögur sem við höfðum í huga, að margt við skipulag og lög flokksins sem má endurskoða okkar mati langflestra í ungum sósíalistum og við viljum kalla eftir því að á komandi sumri og hausti að sú vinna haldi áfram í opnu ferli þar sem verður fjallað skipulag flokksins og það rætt með framtíðina í huga hvernig við getum bætt skipulagið til lengdar. Nú til að vera kjörgeng á aðalfundinum þurfum þið að tryggja að þið séu örugglega skráð formulega í sósíalistaflokkinn og þið skráið ykkur inn á sósíalistaflokkurinn.is/skráning og við hvetjum ykkur öll til þess að mæta á fundinn. Stjórnmál eru ekki eitthvað sem við getum útvistað til einhvers konar faglegra stjórnmálamanna eða slíkt, það bara virkar ekki einfaldlega, við höfum séð það. Stjórnmálaflokkar sem ekki í tengslum við grasrót eru ekki knúnir áfram af almenningi, fara óhjákvæmilega að þjónusta einhverju öðru en almenningi. Þannig að það er okkar að byggja þessa flokka, það er okkar að taka þátt í þeim og það er okkar að stuðla heilbrigðri menningu innan flokkana og okkur hlakka til aðalfundarins, okkur hlakka til og vonumst eftir nánara samtali skipulag flokksins svo flokkurinn geti áfram vaxið sem öflugt félagshyggið afl á Íslandi sem stuðlar að raunverulegum framförum í þágu allra á landinu. Takk fyrir og bless.